Kópavogs fyrst getið í Íslandssögunni árið 1662 við Kópavogsfundinn. Það algengur misskilningur að Kópavogsfundurinn hafi verið þegar Kópavogur fannst, rétt eins og fundur Íslands og Grænlands. Enginn veit hvenar Kópavogur fannst, enda þótti sá atburður ekki það merkilegur að hann væri færður í annála. Á Kópavogsfundinum fóru menn Íslendinga að há reyir til að undirrita einhverja erfðahyllingu en gerðu það þó síðir tárfellandi. Kópavogsfundurinn gaf einmitt tóninn fyrir hlutverk Kópavogs í Íslandssögunni. Það athyglisvert að eini sögufrægi atburðurinn sem átt hefur sér stað í lægsta kaustalands skuli vera einhver mesta niðurlæging íslensku þjóðarinnar. Kópavogur heitir eftir voginum hér á bakvið mig. Það eftir vill táknrænt að í Kópavog skuli renna lækur sem áræðanlega heitir einhverju öðru nafni en því sem hann gengur undir í daglegu tali manna, Skítalækurinn. Það reyndar einn af fáum kostum við Kópavog að tiltölulega auðvelt að komast hjá því að þurfa að leggja leið sína þangað. Í Kópavogi heitir allt Kó. Bíkó byggingavöruverslun Kópavogs, Ofnkó, Bílkó, Hjólkó og G. Bjarnason og Kó eru aðrar útgáfur. Ef Hafnfirðingar væru eins hrifnir af endingunni ha, samanber raf ha, myndi hannyrðaverslun Hafnarfjarðar heita ha-ha, aðalskoðun Hafnarfjarðar aha og Ísal héti Ísha. Kópavogur byggðist afar hratt upp og ber bæjarskipulagið þess merki að skipuleggjendurnir hafi átt fótum fjör að launa undan háhýsum sem upp voru risin áður en teikningarnar að þeim voru tilbúnar. Til að mynda gata í Kópavogi sem heitir Smiðjuvegur en hún í raun 6 götur sem heita gul, rauð, græn og grá gata. Gata Skemmuvegur sem í raun 5 götur sem heita svört, blá, brún og bleik gata. Þar af leiðir að við Skemmuveg og Smiðjuveg eru mörg hús með sama númer en þau standa öll við sitt hvernig litinn á götunni. Í ljósi alls þessa óskiljanlegt að Íslendingar skuli hafa valið Hafnfirðinga til að verða að skotspæni alþýðubrandara þegar jafn augljóst fórnarlamb og Kópavogur blasir við og var mun nær allan tímann. Beinum við því hér með þeim tilmælum til íslensku þjóðarinnar að hún láti Kópavogsbúa njóta þessarar sérstöku útgáfu af skopskyni sínu. Hér einn góður. Hvers vegna skrifa Kópavogsbúar aldrei til hamingju með afmælið á afmælisterturnar sínar? Jú, það svo erfitt að ná rjómanum úr ritvélinni.